Hvað erum við að gera hér á þessu sviði? Já, þú veist það ekki? Nei. Nei, það nefnilega þannig að Hugleikur Dagsson var hér á þessu sviði áðan og hann var svona rétt nýbúinn að segja okkur frá því að hann geti gegnast börn þegar hann varð fyrir nokkuð óvæntu, skyndilegu og illskeittu auglýsingalíi. Já, og þá dreif hann sig heim bara til að reyna þá að búa til börn og... En hann kominn aftur, við skulum bara gefa hann gott glas. Já, djöfull var þetta dramatískt eitthvað. Enda þarna, ég get ekki eignast börn. Dum, dum, dum. Ég var ekki búinn. Allavega. Það sem ég vildi sagt hafa var það að ég hef stundum lent í því þegar ég að fara á djamið að ég hitti stelpu og fer að fyllir og ósla fullur og reynir við hana á samfæranum að koma heim með mér og við förum heim til mín og ég klæði mig á fötunum, hún klæði sig á fötunum og hún segir, heyrðu, ég ætla bara að fara, ok, bye. Og ég segi, og gleymdi fötunum og þetta hefur gerst nokkuð sem ég aldrei almennilega áttum að hvers vegna en ég spurði eitt félaga minn hvers svona lag gerist. Þetta strákur sem kemst vanalega alla leið með stelpum sko. Hann heitir Gilsinegger, þið kannið kannski við hann rithöfundur og hann sem segja ráðlagði mér eftir að hafa skoðað mér nakinn hann ráðlagði mér að raka mig punginn og ég hugsaði, já, ok, raka sér punginn, ég hef heyrt þetta sem málið, en ég raka mér andlitið, svona, og bara hér spegill og hér vaskur og krani og þetta idiot proof, þú rakar þig frá ofan vaskinn og svo skólar öllu niður og það ekkert mál, en þú veist, vaskurinn á þessu leveli hérna, pungurinn hér, þannig að þetta ekki alveg, þú veist, vaskurinn ekki alveg hannaði fyrir svo pungrakstur, þannig að maður þarf einhvern veginn að, þú veist, príla upp, ég veit það ekki, maður þarf einhvern veginn svona, alltaf, hvað var maður að príla upp á vaskinn og standa svona zzz, ekki nota rafmagnsrakvél vegna þess að það getur eitthvað gerst en hann sagði, já, nei, þú átt ekki að gera það, þú átt að fara náttúrulega í sturtu og raka þér punginn þar með rakhníf og ég bara, já, ok, en ég teka mig gleraugun þegar ég fyrir sturtu þannig að ég sem sagt fór í sturtu með rakhníf, blindur, að punktnum og þess vegna get ég ekki eignast börn. Þetta náttúrulega, sko, er nokkuð verið að kötta á mig? Nei. Ég að fara að segja svolítið dónalegt núna, sko. Þetta náttúrulega það sem sko eitt af svona fylgikvillum og afleiðingum klámkynslóðarinnar, þetta með að raka sér punginn og þessi klámið, ég búinn að vera svolítið að pæla í þessu, þetta kemur frá Bandaríkjunum, klámið, ég viss það, vegna þess að hafið heyrt hvernig Bandaríkjumenn tala, þeir tala bara eins og viðbjóðsliðperrar og eins og sérstaklega þegar þeir eru að njóta ásta, þá segir þeir svona, oh yeah baby, baby, sem þýðir smábarn, by the way. Sem sem bara, smábarn, já, smábarn, það bara eitthvað svona geðveikislega rangt við þetta. Smábarn. Og þú veist, þetta meira þess að í tónlistinni þeirra þegar það eitthvað svona, þú veist, oh baby, how was I supposed to know? Nema þeir segja sko, oh smábarn, hvernig átti ég að vita að eitthvað var ekki í lagi? Ég smábarn, þú veist, það kannski vísbending, ég veit ekki. Og síðan þetta með who's your daddy? Yeah, who's your daddy? Þú veist, bara svona, hver pabbiðinn? Og bara svona, Ingólfur, Þrándusson og múrari, þú veist. Ég vil ekki hugsa hann núna, þú veist. Hverra mann ertu? Þú veist. Og síðan annað sem bandar ekki verið að segja. Þeir segja, I'm a bad motherfucker. Og svona, eitthvað sem þú stærið ekki af, sko. Þú ert ekki að fara að segja svona, ég sef hjá mömmu minni og ég lélegur í því. Þú veist,
Það ætti að segja, þú veist, ef þú ætlar annar borða stærri aðeins, þú ætti að segja I'm a great motherfucker, yeah! I make my mama come twice! Þú veist. En síðan ef við snúum síðan sko, rauninni þessu við. Ef við reynum að þýða íslensku orð beint yfir á ensku, þá kemur það svolítið út eins og við Íslendingar séu steinaldamenn og við tökum á þetta skriðdreki sem er bara It's a crawling dragon! It's a crawling dragon coming! What shall we do? Og svo tökum við orðið tölva. Ég er búinn að spá mikið í því. Tölva er samansett úr orðinum tala og völva, sem er number witch. Let us ask the number witch what to do about the crawling dragon! We shall use the sweat smell destroyer. Eiginkona, this is my female property. Kjaftæði, eða mouth madness. My female property wanted to have a fetus destruction. But I said, that is mouth madness. En ég syns ég byrjaði þetta uppistand á því fyrir, 2 klukkutíma síðan, eða hvað? Ég byrjaði þetta uppistand því að tala hvernig ég fæddist og mér langar að ljúka því á því að tala hvernig ég vil deyja. Og ég er búinn að plana þetta alveg og ég skal deyja svona. Og það er þannig að ég á að vera í útlöndum einhvers staðar, svona það sem er stríð, eins og er oft í útlöndum, eins og við höfum lært í kvöld. En einhvers staðar í útlöndum og þá myndi ég vera sko kannski að hlaupa og bjarga barni eða eitthvað svona, hlaupa og það í slow motion svona. Og svo lendi ég svona kúlnarhríð, en það stöðvar mig ekki sko. Þú veist, ég skal bjarga þessu barni, en ég deyja á meðan ég er að bjarga því svona í kúlnarhríðinni og alla tíman í bakgrunni þá heyrist svona Takk fyrir mig. Seeking shelter from the world. When you're in my arms, I hold. Hæ, gett ágast mætt. Hérna er svona miði fyrir þig. Hérna, það er alltaf rosalega erfitt að segja bæ. Og okkur þótti öllum mjög vænt Runga. Já, og hann snerti okkur öll á sinn sérstaka hátt. Og við höfum ákveðið allir bestu vinir hans í samstarfi við fjölskylduna, sko, að hafa jarðarförina nákvæmlega eins og hann vildi hafa hana. Og nú ætlar séra Friðfinnur að fara með uppáhaldsljóðið hans. Take it away, Friðfinnur. Ég kom klukkan 12 einn á ballið, til í knallið, fór hann á bar og settist þar. Drakk og drakk, fór og flakk, það kostar puð að koma sér í stuð. Ég er einn í kvöld. Eitt dans við mig. Amen. Rest in peace, Rungi.
runga, sko. Beat the bass on the party, let's go. Já, alveg ótrúlega Góður. Ótrúlega skemmtilega jarðarför, ótrúlega skemmtilega jarðarför. Og við erum búin að sjá svo skemmtilega grínadrið, við erum búin að sjá Halla Steinda og Hugleik og Spaugstofuna. Spaugstofan, við sáum hérna bara eitt af fyrstu grínadriðum Spaugstofunar og hugsaði að það eru menn á Alþingi sem voru ekki fæddir þegar Spaugstofan var að þegar Spaugstofan var að búa til þessu atriði. Stórkostleg. Þetta voru rosalega gaman og Dagur Rauðanesi er svona dagur sem að grínarar í Bretlandi bjuggu til. Þetta er svona Live Aid grínarana, Dagur Rauðanesi. Á hverju þú búin að taka þig nefið? Já, svona. Herðu, við ætlum að minna á leikinn, þennan flotta leik. Það er ferð fyrir 2 til Tyrklands, þú sé ekkert fyrir þessu nefi. Já, það er ferðarpakkinn. Til Bodrum til Tyrklandi og það er gisting á 4 stundar hóteli. Tyrkland. Hver veit nema Halim Al komi hérna. Við vorum með hnakkapakkan áðan og náttúrulega sko yfir páfi hnakkan á Íslanda er gilsinleikarinn sko yfir hnakki alheimsins, David Beckham. Hann er svona velgerðarsendiherra hjá Sameinuðu þjóðanna, þannig að það er cool. En nú er það ferðapakki og það er svona feitasti pakkin og nú er að hringja bara að 907. Horfa og hringja 907 1900. En þetta er náttúrulega mikill gríndagur og þetta er dagurgrínarinn og þetta er dagur sem að grínandi bjuggu til og núna ætlar einn vinsælasti grínari landsins, Ari Eldjárn, að taka við. Skulum gefa honum orðið. Gjörðu það svo vel. Takk fyrir það. Sælt fyrir fólkið. Alltaf rosalega gaman að fá tróð upp á þessum degi. Virkilega gaman að sjá allar þessar gömlu klippu með Ladda, gömlu Spaugstofunni. Því mér finnst Laddi vera ógeðslega skemmtilegur, ekki síst sem talsetningarlistamaður. Mér finnst hann vera sennilega besti talsetari landsins því að strumparnir, Laddi talseti alla strumpana. Og þau eru meira en 50. Og ég held að hann hafi gert það bara yfir helgi í stúdíós í landi. Og nú er að koma strumpa bíómynd í 3-vídd, The Smurfs 3D. Og við verðum að fá hann til að talseta hana. En við hefðum átt að vera búin að ná í hann fyrr og láta hann talseta stærstu strumpamynd allra tíma. Avatar. Þegar ég sé hana, hún fjallar svona bláa risa sem eru í útrýmingahættu. Ég er ekki að tala Sjálfstæðisflokkinn, heldur frumbyggja. Og hún er rosalega góð, en hún er svolítið svona eins og Hugleikur verið að lýsa hann svona dramatísk og það hefði breytt svo miklu í atriðinu þegar verið að brenna þorpið og allir að deyja ef aðalstríðsmaðurinn Jake Sully hefði staðið þarna blár í framan með bogan og síðahárið og síðan bara komið það er búið að kveikja í trén okkar. Það er allt önnur mynd. En það er svo gaman að sjá hvað Íslendingar eru snaggir að taka þátt í svona söfnunum og við erum snögga að fylgja okkur á baku góð málefni eins og Gay Pride. Ég er rosalega stoltur af því hvað við tökum mannréttindi samkynhneigðra alvarlega á Íslandi og ég var stoltur því ég horfði á viðtal í Stöð 2 í fyrra við 2 stelpur sem fara í gleðigönguna alla ævi. Það voru 5 og 6 ára reyndar. En þær þekktu ekkert annað, sko, fyrir þeim er þetta bara, þú veist, það er afmæli, páskar, svo Gay Pride, svo koma jól, þetta er allt einu svona ári. Og það voru að spura stelpur, hvað fannst ykkur skemmtilegast í gleðigöngunni ár? Og þær sögðu, leðurhommarnir. Svona gamli leðurhommar í bakgrunnum. Svona er Ísland í dag. Við erum það umburðarlynd og viðsýn að leðurhommar, sem í sumum löndum eru nú bara grýttir út á götu hjá okkur, þeir eru barnagælur. Það styttist í þetta verði bara krakkar. Það er komin leðurhommar skemmt í afmælinu. Hvað ætlar hann að segja? Rendu frá, þau skiljaði ekki. Halló, krakkar! Og ég er stoltur að ég búa í landi sem er á hraðsiglingu inn í framtíðina. Og mér finnst það ótrúlegt að það hafi ekki verið hommar hérna fyrir 1978. Mér finnst það ótrúlegt. Þá bara birtust þeir eins og geitungar. Sem nota bene birtust á Íslandi fyrst 1973. Frændi mig sagði mér það. Þú veist akkur komu, geitungarnir. Það voru til við gengum í EFTA. Þá fórum við að flytja þetta allt inn, banana og eitthvað. Getur ímyndaði hvað við fáum við göngum í ESB? En geitungar hafa ekkert alltaf verið, en ég þekki ekkert annað. Ég þekki ekkert annað en á sumrin, þá þurfi ég að laga mig að geitungum. Og sko, persónuleiki geitungsins, hann er ömurlegur. Ég ætla bara alveg að vera hreinskilinn. Hann er sjálfhverfur, hann er svona einhliða og stefnulaus og í raun er geitungur bara svona. Hei, hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að gera? Hei, hvað er þetta að gera? Ég ætla að trufla þig, hvað er þetta að gera? Kemur sopa. Kemur sopa, kemur bytta. Nei, djók, ég farin, bye. Djók, komin aftur. Kemur sopa. Á ég stinga þig? Þeir leggja mann í einelti og maður verður svo meðvirkur með þessu. En sko, þeir sem fæddust vel fyrir 73, þeir sluppu við geitunga.